Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Þátturinn í kvöld með óvenjulegu sniði má segja, því í kvöld eru það áhorfendur þáttarins sem fær í hlutverk spyrjandans. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra gestur þáttarins og hún ætlar að svara spurningum ykkar ágætu áhorfendur. Og nú síminn opinn, númerið 5 15 39 00, 5 15 39 00 og við viljum beina því til fólks að vera með stuttar og gagnorðar spurningar helstu þjóðfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Það vilja sjálfsagt margir komast að og því ætlum við ekki að leyfa langan fyrirlestur eða aðdraganda að spurningunum. Verið endilega stuttorð og gagnorð. Jóhanna, vertu velkomin í Kastljós. Já, þakka fyrir það. Það sjálfsagt mörg mál sem brenna á þjóðinni og fólkinu. Það skuldir heimilina, atvinnuuppbygging, kvótamálin, aðildarviðræðum við ESB og margt fleira. Áður við hleypum fyrsta hlustandanum í loftið og áhorfandanum, þá langar mig samt að spyrja þig ummæli forseta ASÍ í fréttunum á Stöð 2. Núna áðan, hann talaði að það veri erfiður vetur framundan, hópsagnir í dag bentu til þess að veturinn yrði kaldur og kannski ekki vístamenn að vinna bug á atvinnuleysinu. Erfið viðfangsefni nú bara verkefni til að takast á við og ég tel að við séum að gera það. Við höfum þegar sett í gang verkefni sem að vísu opinber og hálfopinber sem skila á næstu misserum 7.000 störfum og það 80 miljardar króna verkefni sem hjálpa okkur ít upp hagvextinum. Við erum með í orkutengdum verkefnum svona svipaðan fjölda starfa sem í farvegi. Við erum með 4 fjárfestingarsamninga í gangi, bæði hérna á suðvesturhorninu og líka á norðausturhorninu. Virkjanir í gangi, 4. Þannig að það mjög margt í pípunum sem við eigur okkur bjartsýni. Þannig að þér finnst að þið séuð að í raun og veru uppfylla það loforð sem þið gáfu til dæmis þegar stöðugleikasáttmálinn var gerður og svo þegar kjarasamningar voru undirritaðir síðast? Já, okkur finnst það og ég skil ekki þetta svartsýnistal stundum í samtökum atvinnulífsins. Hagvöxtur hér að glæðast verulega, hann 2,6% á þessu ári og sumir halda sig vanmetinn. Hann verður eitthvað minna á næsta ári en AGS spáir honum til dæmis í 3% sem meira heldur en Seðlabankinn Ég vil minna á það að í sáttmálanum sem við gerðum við í tengslum við kjarasamninga, þá var spáð að atvinnuleysi yrði komið niður í 4% 2013 í lok tímabilsins og það það sem AGS spáir, mér minnir þessi 4,3% atvinnuleysi, þannig að þetta allt í gangi. Við erum með ferðaþjónustuna mjög sterka, þetta metár núna í ferðaþjónustunni. Við erum að setja upp undir 1 milljarð í ferðaþjónustunni, þannig að það mjög margt í pípunum sem getur aukið okkur bjartsýni. Já, við skulum hérna koma kannski fyrsta áhorfandanum að. Andrea Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Ertu með spurningu fyrir Jóhannu? Já, takk fyrir. Andrea heiti Ólafsdóttir, formaður Hagsmunasamtaka heimilanna. Það gott að hitta á því í beinni útsendingu. Því að ég hef verið að reyna að ná í þig og fá viðtöku undirskrifta og mér langar til að vita hvort að þú ætlir að veita undirskriftum 30.000 Íslendinga viðtöku á Austurvelli á laugardaginn. Eins langar mér til að vita hvort þú hafi kynnt þær 4 leiðir sem að Hagsmunasamtök heimilanna hafa lagt til varðandi skuldaleiðréttingu fyrir heimilin án kostnaðar fyrir ríkissjóðs. Andrea, þetta eru tvær spurningar. Ég ætla ekki að leyfa þær að koma með fleiri því að það eru margir sem vilja komast að. Gjörðu svo vel, Jóhanna. Já, sæl Andrea, á sjálfsögðu veit ég móttöku þessum undirskriftalistum sem að þið eru með. Á sjálfsögðu ger ég það og ég boði ykkur í stjórnarráð meiri segðu vildi koma þeim fyrir að framfæri heldur núna 1. október. Þannig ég geri það á sjálfsögðu 1. október. Ég hef kynnt mér mjög vel öll þessi mál sem snerta skuldavanda heimila enda hefur það verið eitt af aðalviðfangsefni þessara ríkisstjórnar minnar í þessi 2,5 ár. Það liggur fyrir að við höfum núna á þessu tímabili veitt 140 til 50 milljörðum til afskriftar í húsnæðismálum og ef bílalán tekið með þá það 200 milljarðar sem hefur verið veitt í afskriftir til heimilanum. Ertu þá ekki að telja með það sem að þurft að laga út frá gengisdómunum? Já, að sjálfsögðu. Það náttúrulega ekki beinar afskriftir heldur bara leiðrétting og dómi. Að sjálfsögðu tekið með vegna þess að það eru afskriftir líka. En hvað segir þá þessar tölur til dæmis sem birtust í vikunum þar sem að margir túlkar sýni miklu meira svigrúm til almennra afskrifta heldur en? Ég hef skoðað þessar tölur. Það liggur fyrir að fjármálaeftirlitið og 2 erlend matsfyrirtæki hafa skoðað þessar afskriftir hvað miklar. Þeir mátu þetta væri þetta 90 miljardar króna en við erum samt komin eins og ég segjum í 150 miljarda að því varðar húsnæðislánu og bílalánu tekið með þá með 200 miljarda.
Hagsmunasamtök heimila og þeir sem hafa verið að reikna út fyrir það segja að þetta sé allt önnur tala 2 eða 300 milljarða í þessu sambandi og þetta alveg ólíðandi að það séu mismunandi tölur þarna á ferð, annars vegar hjá matsfyrirtækjunum og hins vegar og FMI og hins vegar hjá hagsmunasamtökum heimilana. Þannig mér finnst Andrea að við ættum bara að setjast yfir þetta með sérfræðingum og fá þetta í eitt skipti fyrir öll á hreint. Finnst þér líklegt að tala þá hjá hagsmunasamtökunum sé röng eða? Ég held að miðað við það sem ég hef skoðað en bara til þess að allir séu svona sama róli í þessu og séu að tala út frá sömu forsendum, þá finnst mér það velkomin til greina við setjumstum yfir þessar afskriftir og sjáum hvað er rétt í þessu. Já. Síðan vil ég nefna að við höfum ýmislegt gert varðandi verðtrygginguna sem eru nú áhugamál hagsmunasamtaka heimilana og við erum að bjóða hér upp á, það þurfa að vera valkostur á mínu vit og við erum að bjóða upp á valkosti og íbúðaláni, lánasjóði og bankarnir eru líka að gera það. Síðan minni á það hefur farið hvorki meira minna en 18 milljarðar í að niðurgreiða hér vexti þannig við greiðum núna niður 1/3 af vaxtakostnaði heimilana. Og þetta eru 50-60 aðgerðir sem við farið í, greiðslujöfnunin. Hún skilar miklu, þetta skiptir bara máli, þetta er nú eiginlega aðalmáli í dag og síðan er það greiðsluaðlögunin sem ekki hefur gengið eins og skildi, það eru 300 manns sem að bíða eftir að fá úrlausn sinna mála, þeir eru allir í skjóli, það verðum við að athuga líka, þar hafa bankarnir ekki staðið sem skildi og þeir hafa verið svona tefja þar fyrir og þar vil ég bara tala við þá og fá það á hreint að sé hægt að gera meira í þessu, þannig að það er mjög margt sem að við höfum gert varðandi skuldavanda heimilum. Já, við skulum koma fleirum að, það eru mjög margir að reyna að ná inn til okkar. Eiríkur Stefánsson er næstur, hann er með spurningu kvótakerfið. Eiríkur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég langar til að spyrja Jóhann og þekkir ábyggilega engin betur lög flokksins en Jóhanna. Það sem stendur að flokksstjórn er æðsta valdi í málefnum flokksins á milli landsfunda og ber öllum flokksmönnum hvaða trúnaðarstörfum sem þeir gegna fyrir flokkinn að fara í einu og öllu eftir því samþykkt flokkstjórn. 23. júní Jóhanna var samþykkt tillaga og þú mæltir með henni og þú réttir upp hendi að fundurinn hafnar því algjörlega að núverandi handhafa fiskveiðiauðlindin aðeina fái sérstök forréttindi áfram til áframhaldandi nýtingar. Hver er spurningin, Eiríkur? Hún verður að koma strax. Þessi, hvort að Jóhanna viðurkenni það hér og nú að hún hafi brotið lög flokksins og lög flokksstjórnar þar sem segir að það eigi að fara alfarið eftir sem það er samþykkt. Já, takk fyrir þetta, Eiríkur. Eiríkur. Hann vil meina það að þú farir ekki eftir samþykktum flokksins. Já, því við segjum nú bug, við hefum farið nákvæmlega yfir þetta í flokkstjórninni. En varðandi fiskveiðistjórnarkerfið, að þá held ég að við séum að nálgast það að geta farið að gera verulega breytingar á því. Þetta frumvarp sem var sett fram, það hefur sætt mikilli gagnrýni, það hefur komið fram, en enga síður eru markmiðin sem við setjum fram að arðurinn eigi að renna í meira mæli til þjóðarinnar, að það verði mikil aukin nýliðun í kerfinu þannig að kvóta sé ekki á hendi fárra, að þeir sem eru handhafa kvótans í dag geti ekki verið að nýta þetta þannig að leiguliðar þurfa að borga okurverð fyrir kvótan. Öll þessi markmið tel ég að mæti skilningi. Enda erum við að tala deilumál. Valla miðað við það sem hefur komið fram í umræðinni í samfélaginu. Það eru mjög margir á móti þessari leið sem eru að fara. Það sem er að ske núna er að þetta deilumál í marga áratugi. Það er að koma hér upp á borðið. Það er að koma í umræði í samfélaginu. Við erum búin að fá þessar umsagnir. Nú förum við yfir þær. Og það er margt sem við munum skoða þarna og taka auðvitað til greina. Þetta var gallað frumvarp að mörgu leyti en það var líka margt ágætt í þessu og nú munum við bara fara yfir þetta mál. Ég vil segja það að það er líka margt sem hefur komið upp á borði sem að vekur auðvitað athygli í þessu og það er til dæmis það að þegar við skoðum bankan og veðsetninguna á kvótanum í bönkunum þá er alveg ljóst að verulegu hluti af þessu hefur ekki farið í sjávarútveginn heldur í óskylda starfsemi og menn eru að tala upp undir helmingin af þessu. Þannig að það er margt sem þarf að skoða í þessu og við munum auðvitað fara bara yfir þessa stöðu núna með aðilum og vita hvort við getum ekki komist að ásættanlegri niðurstöðu. Kemur til greina að fara þessa sáttaleið sem að menn voru að tala bara örsnögt? Já, Sigmar minn, við höfum verið að fara þessa sáttaleið. Þeir vilja nú ekki meina að þú gera mynd. Já, býttu nú, eins og við fengum máli í hendurna, þá var það sáttaleið, það er nýtingarsamningarnir, svo átt eftir að útfæra þá og það er það sem við höfum verið að gera. Já, Jóhann Ármannsson frá Keflavík, þú ert næstur, gjörðu svo vel, komdu með spurningu. Já, góðkvöldi. Mér langar að beina spurningu Jóhannu og varðandi Icesave reikningana sem skiptir okkur öll verulega miklu máli. Nú skilst mér að Bretar og Hollendingar hafi fengið
af þessum fjármagnstekjur og vexti af þessum innlánum. Hvernig óskaplega stendur á því að við Íslendingar sitjum eftir í súpunum og þurfum að borga þessa reikninga ef þeir hafa fengið fjármagnstekjur og vexti af þessum innlánsreikningum? Takk fyrir þetta, Jóhann. Já, nú skulum við líta til þess að sem betur fer að þá stöndum við nú frammi fyrir því að búið getur greitt allar kröfunar. Ekki bara lágmarkstrygginguna heldur alla kröfunar. Nú erum við að skila til ESA okkar greinargerð og þetta fer þar í skoðun og við teljum að staðan sé núna að málinu ætti að vera lokið fyrir ESA. Og ef það fer fyrir dómstólinn þá verðum við auðvitað að taka því. En ég held að staðan sé núna að við getum alveg sæmilega vel við unað. Við vitum auðvitað ekki hvernig hvort að við verðum látin borga þessa mismunum sem þarna getur verið. Það getur verið að við stöndum uppi með það að þurfa borga vextina sem að hafa safnast upp á tímanu þó að við séum að fullu búin að borga út af því skjóli sem að innistæðueigendur voru í út af neyðarlögunum þá verður að fullu því mætt en það er spurning vaxtakröfuna. En við teljum og það mun vera skilaboð okkar til ESA að við teljum að þessu máli eigi vera lokið með þessu. Já. Og þá fáum við hér næst eina spurningu kvikmyndaskólan. Gjörðu svo vel. Já, Jóhanna Hermannsson heiti ég. Ég bara áska á Sumarlandinu, íslensku myndinu Sumarlandinu hamingju með velinu sem við fengum í dag fyrir besta handrit kvikmyndahátíð í Texas og þá kemur spurningin þar sem að 140 kennarar er búin að bíða nú í rúma mánuð eftir að kvikmyndaskólinn hefjist. Hvernig stendur á því að hann er enn lokaður þrátt fyrir lofar þitt að muni hefja starfsemi? Takk fyrir þetta. Já, þetta er það sem að við erum að reyna að taka á og hefur verið hjá menntamálaráðherra og ég veit það að hún hefur verið með þetta mál í forgang hjá sér til þess að reyna að finna á því lausn og ég vona bara innan tíðar fáum við lausn í þessu máli. Það er mikil gróska hér í kvikmyndum og ég óska þeim auðvitað til hamingju eins og fyrirspyrjandinn hér gerði og ég bara vona að við fáum lausn sem er ásætanleg fyrir alla aðila og ég get fullvissað ykkur það að við munum kosta að gera það og það er undir forystu menntamálaráðherra sem við erum að reyna að finna ásætanlega lausn á þessu. Takk fyrir þetta svar og þá